en Bandaríkjamenn vilja ekki að Evrópusambandið eða Þýskaland kaupi orku frá Rússlandi en vilja ekki að Evrópa og Rússar vinni saman í nokkrum skilningi þeir vilja reka fleyg þannig á milli og vilja alls ekki einu sinni friðaviðræður í stríðinu en hér á Íslandi okkur sagt í RÚV að Putin hafi ráðist inn í Úkraínu að því hann snar geðvíkur allir næsta ráðast inn í Finnland og Svíþjóð hann bara farið öfum megin fram úr þann morgunin og bara ákveða ráðast inn þetta ekki trúveruleg skýring ég segi neða, þetta getur ekki verið rétt og hvenær fer RÚV að segja okkur raunverulega hvað í gangi bæði í þessu og öðrum heimsmálum ég held að ef að fréttastofa RÚV fer ekki að gefa okkur balanseraða og upplýsandi fréttir þá verður þessi fréttastofa bara að hætta það getur verið eitthvað svona menningar en heldur að einhver sem muni gera henni það að hætta að setja stólinn fyrir dyrnar fyrir stjórnmálamann að segja það er mjög óvinsælt ég hérna frambóðið til þess að leggja niður RÚV en RÚV var kannski nauðsynlegt á tímum lampaútvarpsins en núna getur fólk nálgast fréttir mjög öðlega annar staðar hlutverk ríkissjónvarpsins enga veginn það þetta núna bara svona krana blaðamennska frá útlöndum og jafnvel þegar koma jarðskjálftar þá les maður fyrir það í mokkanum eða á bylgjunni þeir eru alltaf ykkur nokkru mínútum á eftir en það einmitt merkilegt að það enginn að tala aðdragandan að þessu stríði borgarastyrjöldina í austurhéruðum Úkraínu ekki í meginströmsfjölunum, það má ekki og það líka má ekki tala það að Ísland gerði alveg gríðarlega mistök var fyrsta landið og eina landið til að loka sendiræðu sín í Rússlandi og það okkar utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Hvað hélt hún að þetta væri bara einhver svona Jón Baldvins ákvörðun og það myndi öll ríkin fylgja í kjölfarið og við erum einhverjir hampa sem einhvers konar frumkvöðlum í þessu Ég held að eina sem hún fær út af þessu bara gera okkur að við fáum númeraða eldflög á okkur kjarnorkuflög sko Já, þú veist, gagvart Rússlandi hefur við alltaf verið í mjög bara ríku vináttusambandi sem að hefur hagnast báðum aðilum og við erum eina þjóðin sem tekur þessa ákvörðun. Ég hef grunum að þetta sé hún að vinna eitthvað verk fyrir NATO eitthvað svona, hún sé bara eitthvað svona sendill hún tekur þessa ákvörðun einhvern veginn Ég veit ekki, en við þurfum að reka okkar sjálfstæðu utanríkisstefnu. Við getum ekki verið að breytast úr friðelskandi þjóð sem að vill í raun og við höfum alveg frá öru og valda lýst yfir hlutleysi í þessum átökum. Utanríkisráðherra Íslands á fyrst og fremst að vera að gæta hagsmuna Íslands á erlendu grundu. En þvert ofan í það, þá tekur hún þessa ákvörðun sem að kemur okkur. Og líka annað. Ég held að þessu nánast jaðri við landráð vegna þess að hún er að vinna gegn hagsmunum okkar og draga okkur inn í stríð. Það er landráð. Það er bannað. Samkvæmt bara lögunum. Þetta er eitt versti utanríkisráðherra sem nokkuð tíðan haft mínum mati. Alveg ævintýralega slæmur. Hún hefur líka samþykkti sem ráðherra að hér eru lögð að myndum ekki biðja neina undan það frá álögum á eldsneyti skipa og flugvéla sem að hér millilenda. Eina sem gerist er að flugi færist bara til Bretlands við hættum að vera millilendingastaður það muni ekkert engan koltvísýring spara neinstaðar ef hún hafði það í huga sem setur þá allt flugið inn að Íslands bara á getur sett okkur í vanda og hún er núna aðgetara fyrir því að við förum í eitthvað mannréttindaráð Ísland verði í því einhverju umdeildu ráði sem er stöðugt í því að skamma einhverja stjórnmálamenn og einræðisherra út allan heim við litla þjóðin sko við erum bara margt galið í þessu þetta er rosalega galið og senda peninga til kaupa hergögnum leyfa millilendingar hér með einhverja apa sem eru að koma frá Afríku að fara í einhverja mjög undarlega rannsóknir einhvers staðar í Bandaríkjunum hvaða sjúkdóma getur þá verið að koma inn í landið á Keflavíkurflugvelli já það var ekki opnað flugvélarnar það er þetta lyktar því að ráðherra sem á að vera að geta hagsmuna Íslands sé miklu frekar að umhugaðum að geta skálað á alþjóðaráðstefnum þegar hann hittir kollega sína á stóru sviðunum að við geta verið flott þar ég get ekki gert með neitt í hugland hvað rök hún hefur fyrir þessum vonda ákvörðunum sínum en það eru mjög vondar að mínum mati og bara afskaplega skaðlegar okkar hagsmunum. Síðan leggur hann fram bókun 35 til að kóra á sköpunarverkið. Þá er það
þessi bókun 35 er eitthvað sem er búið að vera í svona eitthvað þyrnir í augum Evrópusambandsins þegar við gangum inn í Evrópska efnahagssvæðið þá er skrifandi samning að íslensk lög gilda á Íslandi og Evrópu og hér þurfu öll lög að vera sett á alþingi. Þetta er búið að pirra sko Evrópusambandið og vaxandi mæli síðustu ár. Þetta er búið í 30 ár að á Íslandi er að þingi sem setur lögin en ekki ESB. Bókun 35 er ætlað að útvatna þetta upprunalega samkomulag og gera það engu. Þeir eru að ganga á bak orðarsina, þeir eru að brjóta samningin sem var forseta fyrir inngöngu okkar inn og hún er verkfærið. Hún er að leggja fram frumvarp að lög sem eru sett í Evrópusambandinu séu rétthærri íslensku lögum. Komið til ágæðis. Aftur, þar er ráðherra ekki að gæta hagsmuna. Afleiðingarnar þessu eru ófyrirsjáanlegar.